Ég er sem sagt klínískur sálfræðingur og ég útskrifaðist úr Háskóla Íslands 2009 og fer í framhaldinu út í Svíþjóðar þar sem ég er að spila fótbolta og er atvinnumaður þar. Fótbolti hefur verið partur af mínu lífi mjög lengi og náði ég mjög langt í þeirri íþrótt en svo var það fljótlega bara frekar leiðilegt að vera bara að gera það, þannig að ég fékk mér starf sem sálfræðingur út í Svíþjóð og var að vinna þar í tæp 3 ár. Þegar ég er í Svíþjóð þá er ég að spila þarna fótbolta með Örebro og var þar í 4 ár. Og einmitt, tæp 3 af þeim, þá fór ég að vinna á deild fyrir fólk með áfengis- og vímuefnavanda og sérstaklega að vinna með fólki með svona langvarandi heróínfíkn og sem var bara mjög krefjandi fyrir nýjan sálfræðing en alveg ótrúlega lærdómsríkt og þannig svona kom ég mér vel inn í bæði sænskuna og svo líka bara að vinna með fólki með mjög langvarandi og fjölþættan vanda. Og það kveikti svolítið áhugann á þessu að meta ekki bara líðan, heldur líka að meta hugræna þætti, að meta persónuleika og svolítið bara svona fá kortlægningu á manneskjunni sem heild, finna styrkleika og veikleika. Þannig að það er svona minn áhugi á þessu kviknaði svolítið þar. Eftir það þá tek ég svona ævintýratímabil og fer út til Englands og spila með Chelsea í hálft ár. Og kem heim þegar ég fæ þessa vinnu hérna á Landspítalanum og ég rauninni tímdi ekki að sleppa því að vera ég rauninni koma heim atvinnulaus þannig að þegar þá fór ég bara heim á miðju tímabili og tók þetta starf. Mér fannst það vera það spennandi. Laugarásin er deild fyrir ungt fólk með byrjandi geðrofsraskanir ýmsar og hef ég unnið þar síðan. Samhliða því að þá fór ég 2015 í doktorsnám við læknadeild Háskóla Íslands og byrjaði að skoða vitræna getu í þessum hópi og svona leggja grunninn að því og innleiða árangursmeta vitræna endurhæfingu og félagsskilningsþjálfun. Sko það sem ég geri þarna 2016, náttúrulega bara með hjálp leiðbeinenda, er að sækja í Vísindasjóðinn og fæ þar styrki fyrst 2016 og svo aftur 2017 og 2018 og nokkra 2019. Þannig að Vísindasjóður er búið að hjálpa mér alveg gríðarlega mikið í því að geta tekið mér rannsóknarleyfi meðan ég er í starfi, þannig að tekið mér leyfi frá starfi. En líka það er ýmislegt sem þarf að huga að hvað varðar svona stóra rannsókn og ýmis kostnaður, þannig að geta gert það í starfi. Það hefur verið alveg ómetanlegt að fá þennan stuðning frá Landspítalanum og ekki bara í svona fjárhagsstuðningi heldur líka bara það er mikill metnaður, sérstaklega nú er ég sálfræðingur og innan sálfræðiþjónustunnar og mér hefur svo sem bara fundist innan Landspítalans almennt að efla vísindastarfið og ég hef í rauninni fundið bara mikinn stuðning og hvatningu að halda áfram og stundum þegar þetta var mér erfitt að þá voru samstarfsmenn og yfirmenn og kollegar að hvetja mig áfram. Og eftir ég útskrifast úr mínu doktorsnámi sem var þá fyrir rúmlega ári síðan að þá hef ég haldið áfram að gera rannsóknir. Og það er svolítið bara leið þú byrjar og þá getur ekki hægt, það er alltaf eitthvað sem hægt að skoða betur. Og við höfum með bara flotta samstarfsmenn hér sem hafa líka áhuga á rannsóknum og við höfum áhuga á að skoða ennþá meira, hvað meira getum við gert heldur en til dæmis vitræna endurhæfingin. Sú meðferð skilaði fínum árangri og var svona, en við þurfum að halda áfram að fá ennþá meiri áhrif á daglegt líf og lífsgæði og þannig að við erum núna að skoða áhrif hreyfingar til viðbótar við vitræna endurhæfingu með félagsskilningsþjálfun og sú rannsókn er í gangi og bara þannig að ég er mikið að vinna í samstarfi við fólk upp í HR núna og er með doktorsnema þar sem ég er í doktorsnefnd og sem er mjög skemmtilegt að sjá svolítið afraksturinn af þínu sem þú byrjaðir svolítið bara svona stækka og vaxa og vonandi verða bara fleirum til góðs. Og ég hef líka tekið eftir miklum áhuga bara í samfélaginu og kannski eins og bara á heilsugæslunni, geðheilsuteymum, inn í háskólanum bara á því að læra meira þennan vanda. Þannig að núna er vinna mín bara mjög fjölbreytt. Ég er að kenna, ég er með námskeið, ég er komin núna búin að opna nýja stofu sem heitir Heilaheilsa og þar er ég að þjónusta fólk með ýmsan hugræna vanda, kannski lent í heilahristingi eða eitthvað slíkt. En svo líka bara að handleiða og kenna þessar leiðir. Samhliða því er ég náttúrulega að vinna í klíník og þannig að mitt starf hefur í rauninni orðið mun fjölbreyttara
og kannski að mínum mati skemmtilegra með því að fara þessa leið. Hugrænn vandi er ótrúlega algengur, eins og ég sagði áðan að það þetta kemur fram í ýmsum geðröskunum, en þetta er líka eitthvað sem við bara erum öll að glíma við að einhverju leyti. Við erum öll með okkar styrkleika, við erum öll með okkar veikleika og svo göngum við gegnum tímabil þar sem við sofum illa jafnvel eða við göngum gegnum eitthvað áfall eða þunglyndislotu eða bara mikla streitu eða hvað sem er, og þá getur þetta alveg orðið, maður kannski ekki alveg með svona eins skýra hugsun að maður er vanur og maður finnur mjög mikið fyrir því. Þannig að bara það að sofa illa hefur mikil áhrif bara á hvernig ég næ að fúnkera bara í dag og hvað þá þegar vandinn orðinn aðeins meiri. Þannig að þetta er eitthvað sem við eigum öll sameiginlegt og stór þátturinn í meðferðinni sem við erum að keyra hérna, vitandi endurhæfing, fer í því að normalisera þennan vanda. Við erum öll með okkar styrkleika og veikleika og bara átta okkur á því hver þeir eru og vinna þá með það þannig. Bakgrunninn minn í fótboltanum, þar sem ég hef verið að stunda nánast allt mitt líf, er nýlega hætt, nokkrum árum síðan. Það hefur verið alveg ótrúlega dýrmæt reynsla, til dæmis þegar ég fer í doktorsnám, að vera, og kannski það aðalega sem ég finn fyrir hversu vön ég er að setja mig markmið og finna leiðir til þess að ná því markmiði, og doktorsnám og rannsóknir eru svolítið þannig. Þú ert með tímalínu, þú ert með ákveðin markmið, þú ert að fylgja svona ákveðnum skrefum. Þannig að sá bakgrunnur hefur hjálpað mér mjög mikið. Og líka svolítið, þú þarft að reima takkaskóna þótt að það sé vont veður og því að það sé illt í kálfanum. Þannig að svolítið bara, þú þarft bara að sittast við tölvuna og byrja að skrifa og halda áfram. Maður er stöðugt að reyna að bæta sig, maður er stöðugt að reyna að finna hver eru mínu veikleikar, þarf ég að æfa vinstri fótinn, þarf ég að geta hlaupið hraðar, þarf ég að styrkja mig. Það hefur líka hjálpað mér bara bæði í starfi og í sérstaklega rannsóknum, þar sem að þú þarft og það er gott að fá feedback og gagnrýni frá öðrum sem að vita meira og að maður getur tekið því að maður er stöðugt að leita eftir hvað er ég ekki að gera nógu vel, hvað þarf ég að bæta mig í. Þannig að þessi hugsun að finna það sem ég þarf að bæta til að verða betri, hún er mjög svona vel þjálfuð þegar maður er komin á þetta level í íþróttunum. Það hefur hjálpað mér líka er að bregðast við gagnrýni og ýmislegt þannig. Það er umhverfið sem að hvetur mann annarkvort til að fara í nám eða ekki, og það er mjög mikil munur stráka og stelpumegin. Þar sem að strákarnir kannski, það eru miklu meiri peningar í spilunum og þegar þú ert komin á hæsta level að þá í rauninni þarft ekki að vinna, á meðan að stelpurnar eru ekki komnar þangað ennþá. Og það hefur verið mín reynsla síðustu árin, við var lengi í landsliðinu og við langflestar mjög vel menntar og hafa tekið bæði bara langt háskólanám samhliða fótboltanum, því að það er bara einfaldlega þurft þess. En á sama tíma hefur það líka, held ég, bara gert mann bæði betri í íþróttinni sinni og líka í starfi. Þannig að ég held að umhverfið þurfa að hvetja meira bæði strák og stelpur sem eru að reyna að ná langt til þess að mennta sig samhliða.